10% launahækkun, 15% launahækkun, þó hann hefði verið 20%. Þú veist, það tryggir okkur engan kaupmátt í sjálfu sér. Það er bara, það er ekki búið að tryggja hvorki heimilunum né fjölskyldunum neitt svona, tilverurétt með því að setja þak á verðbætur eða gera eitthvað til þess að draga úr verðbólguskotum sem verða þetta næstu 3-5 árin. 110% verða þessi skot, en þau verða klárlega eins og segir eftir að éta þessar hækkanir vegna þess að launahækkanirnar þær eru gerðar sem mismunur á verðbólguspá Seðlabankans og verðbólguspá hagdeildar ASÍ og svo einhver prósent aukalega til þess að tryggja einhvern ímyndaðan kaupmátt. En vitandi það að hvorki hagdeild ASÍ né Seðlabankinn, ég held að þeim hafi aldrei tekist að spá rétt fyrir verðbólguspá. Þannig að ég held að líkurnar séu afar litlar að þessar verðbólguspár eigi að ganga eftir og það eru eiginlega allar líkur á því að kaupmáttur hann verði örugglega farinn út þú árum við vitum af. Líklegast það var hann að bleikju verið þornað á pappírnum vegna þess að þegar reiknum kaupmáttinn þá taka ekki inn útsvarshækkanir eða hækkun í orkuveitunni. Það er bara þessi neysluvísitölugrunnur sem við gangum út frá. Og þessi 50.000 kr. eingreiðsla, mér finnst þetta svona vera eins og heit kleina framan í hungraða alþýðina vegna þess að það er allir svangir og það er rosalega góð lykt af henni en þeir eru búin að éta henni þá er þetta ennþá svangur. Þetta er svona einhvern veginn, við erum að stökkva á þetta, fólk á bara að skrifa undir, við fáum ekkert meira þegar tækifærið er í rauninni núna að standa í lappirnar og segja bara nei við þetta lyf. Það er að gera eitthvað, breytið einhverju, vegna þess að það hefur ekkert breyst.